Ég hef þann heiður sem forseti BÍL að standa hér í pontu og bjóða ykkur hjartanlega velkomin til málþings. Málþingið hefur fengið yfirskriftina Hringlaga box og hugmyndafræði málþingsins kokkuð upp í félagi svona fyrst svolítils vinnuhóps undir hatti stjórnar BÍL og síðan í samvinnu við Hildigunni Sverrisdóttur sem hefur tekið að sér að vera málþingsstjóri. Að svo mæltu segi ég þingið formlega sett og býð Hildigunni Sverrisdóttur að taka hér við stjórn. Ég ætla að flexa vald gestgjafans. Undanfarið þá hef ég einhvern veginn séð svo skýrt þetta með boxið, að boxið kannski bara konsensusinn eða samkomulagi sem við gerum með okkur sjálfum og hvert með öðru í samfélaginu og kannski boxið bara samfélagið og kannski vissu því það fyrir löngu en það tiltölulega stutt en ég gerði mig grein fyrir því að sennilega boxið bara samfélagið. Og auðvitað að vissu leyti samfélagslega sorg þegar að boxið orðið meira heftandi kvöð en svona hreiður góðs lífs og velíðunar. En eins og feministarnir fundu út af síðustu öld að þá mjög ólíklegt að við getum byggt samfélags rammana eða boxið með tólum eða verkfærum hins heftandi box. Það tiltölulega ólíklegt að það verði til sannfærandi breytinga. Og þá spurning hvort að sé mitt ekki líklegra að stundum þurfa að horfa út fyrir viðtekin sáttmála. En það sem mér finnst við gleyma eiginlega allt og oft að kannski enn mikilvægur að líta inn fyrir. Og það kannski það sem að mig langar til sem svona gestgjafi í þessu stuttu stund hér að hvetja ekki bara okkar panel heldur líka ykkur í þessu samfélagi til þess að hugsa hvort að það líti inn fyrir í einstaklingana sem að dansa og dafna þurfa innan boxins og skoða hvort að ryþmarnir þeirra séu að fá það rými eða það utanumhald sem þeir þurfa, hvort þeir séu kannski meira hringlaga en línulegir, meira byggðir á innsæi og hvöt, þekkingarglæðum mennskunar, innsæi hvöt, viðspyrnu við því sem ekki gengur og fungerar og nota til þess bæði rök og tilfinningar sem reyndar eiga það sameiginlegt að vera gagnrýnin geta og byggir hvorum sig á uppsafnari reynslu og persónulegri afstöðu og fyrir mér algjörlega óaðskiljanleg fyrirbæri. Mér þykir alltaf mjög áhugavert þegar fólk reynir að aðskilja rök og tilfinningar. Þetta nú svona litla fræði sem ég langaði til þess að leggja út í kraftið þessum valdi sem ég hef akkurat hér og nú. En langar í framhaldinu að bjóða Sólrúnu Sumarliðadóttur tónlistamann til þess að stíga hér í pontu og flytja okkur fyrsta fræðið. Ég tónlistakona og lærði á hljóðfræði frá því ég var 6 ára. Byrjaði snemma í tónlistanámi og kláraði svo svona sem svona stálpaður unglingur tónlistaskólanum frá Reykjavík svona einhvern tímann fyrir aldamótin síðustu. Selló sem selló nemandi og fór þá í framhaldsnám til Hollands í sellóleik. En á þessum tíma rétt aldamótin þá var ég reyndar að byrja að þvælast heiminn með hljómsveitinni minni Amínu og hljómsveitinni Sigurós sem að við í Amínu unnum með í svona tæp 10 ár og þvældust heiminn með þeim og svona á þessum tíma var ég svona meira og minna búin að komast að því að ég vildi ekki vera klassískur sellóleikari og var svona aðeins leitandi. Þannig að ég hætti í klassíska náminu og svona meðfram túralífinu þá kláraði ég nám frá Utrecht háskóla í músíkológíu og svo beinu framhaldi mastersgráðu í menningarstjórnun svona til að taka nú eitthvað praktískt, mér fannst það eitthvað traustvekjandi. Og þetta var gráða frá Goldsmiths College í London. Og síðan þá, svona síðasta áratug, þá hef ég starfað svona kannski 95% sem hljóðfæraleikari og tónsmiður og hljómsveitarmeðlimur með öllu sem því fylgir og kannski svona 5% sem verktaki í svona ýmsu sem að við kemur skipulagi menningarlífsins. Ég kem aðeins inn á í lokaeritisins.
En mér langaði að fjalla ramma sem eru hérna einhver leiti til umfjöllunar og svona ramma í ýmsu samhengi. Við náttúrulega búum í samfélagi sem er af miklu leiti sniðið ákveðnu lífi sem líklega svona meiri hluti fólks á landinu lifir. Og það sem að vinnuvikan 5 dagar og hérna kannski aðeins meira og launin koma inn reglulega í samræmi við vinnustundir og skila sér inn hver mánaðamót. En á mínu heimili þá, já örugglega á mörgum heimilum margra ykkar sem að hér sitja, er vinnuvikan eiginlega mismunandi á öllum tímum. Ég og maðurinn minn erum bæði tónlistamenn og við vinnum í mismunandi samhengi frá degi til dags í rauninni og það fer eftir hvaða verkefni er í gangi hverju sinni og fjölskyldulífið það er leiðandi mikið púsluspil og frekar svona vonlaust að koma heimilislífinu í eitthvað svona eitt stöðugt form. Við hérna reyndum svona gerum tilraunir eftir að við eignumst barn fyrir tæpum 3 árum að svona koma eitthvað skikk á lífið og reyna að hafa þetta nú einhvern veginn svona í einhverju reglu en það var frekar augljóst að það myndi aldrei ganga upp. Þannig að hérna við erum löngu hætt að reyna því. Þetta er svona einhvern veginn þannig að stundum er meira að gera hjá mér og þá svona sveigir maðurinn minn sig og beygir og öfugt. Ég held að svona þessi hæfileiki til að dansa svona að svona fikra sig áfram í þessu svona daglega lífi sem listamaður sé algjörlega lærður og hefur lært svona smá saman bara frá því við kláruðum okkar nám og fórum að vinna sem listamenn. Fyrir mig þá tók þetta svona sinn tíma að slaka á inn í þetta munstur. Þó að reyndar foreldrar mín hafi bæði verið svona lengst af sjálfstætt starfandi lista og fræðimenn þá hef ég svona alltaf verið mjög mikil svona reglukona og gefin fyrir það að hafa hlutin á hreinu. Og ég held að svona skólaganga og svona flest annað í samfélaginu það ýtir undir þessa tilhneigingu. En þetta hefur nú samt sem áður lært og ég hef svona fann að njóta þess að slaka á inn í þennan svona sveigjanlega ramma og ég líti rauninni á þetta sem mjög mikinn styrkleika. Það er svona að vita ekki nákvæmlega hvernig vikan verður fyrirfram eða hvernig fjárhagnum er háttað nema kannski 6 mánuði fram tíma í mesta lagi. Það er alveg hægt að fríka mig út sem betur fer og því ég veit að ég ber náttúrulega sjálf ábyrgð á að hafa eitthvað fyrir stafni og að fá borgu laun fyrir vinnuna mína. Stundum koma launin strax að verki í loknu en yfirleitt er þetta svona einhverjum vikum seinna eða mánuðum eða jafnvel árum svona eins og gengur og gerist í sambandi við plötuútgáfu. Og það er að minnsta kosti alveg vonlaust að ætlast til þess að svona telja vinnustundir eins og kannski flestir gera í samfélaginu og enn vonlausar að ætlast til þess að fá borgað í samræmi við það. En ég held að svona eins og þið öll viti þá er það ekki það sem að rekum mann áfram. Ég held að við gerum okkur grein fyrir þessum lífsgæðum sem felast í því að vinna við það sem okkur finnst spennandi og skemmtilegt og vera nauðsynlegur hluti af lífinu. Og það er auðvitað bara forréttindi að geta gengið að svona fjölbreyttum verkefnum. Og í mínu tilfelli þá vinn ég sem hljóðfæraleikari, sessjónspilari með alls kyns hljómsveitum, yfirleitt erlendum böndum sem koma til landsins og þá ýmist í sem er ég og við kollega mínir í Aminu ráðin inn sem spuna músikantar eða við spilum bara eftir nótum og svo hef ég hef spilað undir leiksýningum og samið tónlist fyrir dansverk og gefið út mína eigin tónlist, gefið út tónlist með hljómsveitin Aminu og náttúrulega spilað ótal tónleika og kvikmyndatónlist, skipulagt hljómleikaferðir og hannað blötuumslög og ég veit ekki hvað. Það er svona, þetta er mjög opið og skemmtilegt starf. En eins og ég segi þá er ramminn minn mjög sveigjanlegur en hann gengur upp og gefur mér alveg ofsalega mikið og ég er mjög þakklát fyrir þennan sveigjanleika í lífinu. Og mér hefur í rauninni fundist hann gefa mér meira og meira eftir því sem árin líða og svona mörgu leyti veitt mér bara auki sjálfstraust og svona tækifæri til þess að stækka þennan ramma í ýmsar áttir. Og
ég held að sé það sem að mér veist svona mikilvægast í þessu sambandi, að það sé sjálfsagt að hliðar ramman séu hreyfanlegar og teygjanlegar, því að það opnar fyrir svo marga möguleika og tækifæri til þess að til að bæta við sig og nýta kraftana sína á sviðum sem að manni kannski datt ekkit endilega í hug að maður myndi nýta þá. Að þessu sögðu þá langar mig samt líka að taka fram að ég sem svona tónlistarmenntuð bý að því að hafa lært að setja mér ákveðna ramma frá því ég var krakki. Það að læra á hljóðfæri og tileinka sér tækni krefst þess yfirleitt að setja fókusin á verkefnið og að venja sig á að nota ákveðin tíma þetta í æfingar og nám utan hópsamhengisins sem að flest svona hefðbundin nám byggir á. Hljóðfæranám byggir jú svona miklu leyti á engatímum þar sem að nemandinn fær tíma til að vaxa svona, á sínum hraða undir handleiðslu eins kennara. Þannig að það má í rauninni segja að innan þessa svona stóra sveigjanlega ramma vinn ég samkvæmt alls konar smærri römmum eða í rauninni vinnureglum sem að hafa þróast í gegnum árin og ég held að komi ekki síst frá tónlistarnáminu mínu sem barn og ungmanneskja. Einn þessara ramma eða svona vinnuetíkur sem að ég hef getað tileinkað mér held ég að ég hafi sömuleiðis úr tónlistarnáminu og það hefur með samvinnu að gera og það að hlusta á samstarfsfólkið. Það var mikil áhersla lögð á kammermúsík og á þessum svona seinni stigum náms og þá sérstaklega strengjakvartettin þar sem ég er strengjaleikari. Og fyrir mér er þetta gamla samspilsform svo heillandi, ekki síst vegna þess að verkefnið er sett í fyrsta sæti og egoð í annað sæti. Hlutverk hver spilara fyrir sig er misjafnt en á sama tíma mjög alveg jafn mikilvægt og þetta snýst það að velta á milli sín hugmyndum og geta speglað sig í hvert öðru og hlusta. Ég held að þetta með að taka á móti ekki síður en að koma að sínu á framfæri, það er svo mikilvægt og það er svona kannski finnst mér stundum gleymast í dag að þessi svona vilji til að hlusta og taka á móti. Ég er mjög mikil félagsvera þegar kemur að því að vinna tónlist. Það sem mér finnst langmest spennandi og gefandi er að vinna í samhengi við aðra tónlistamenn eða dansara eða hvaða listamenn svo sem það nú eru. Það er þetta með að gefa og taka á móti og spegla hugmyndir og kasta aftur fram. Það er svona mesta inspirasjónin fyrir mig. Þegar þetta flæði fer að njóta sín og leiða mann fram að einhverju niðurstöðu sem var ekki hægt að sjá fyrir en er samt sameiningum að sé algjörlega rétt á þessum tíma. Það held ég sé eitthvað sem er mjög dýrmætt. Og ég held að þetta snúist að miklu leyti það að treysta undir meðvitundinni eða innsæinu eða hvað á að kalla það. Og þegar samvinnu er að ræða að treysta þeim sem að leggja sitt á móti og taka við því einhvern veginn með opnum hug. Auðvitað fyrir alltaf eitthvað mat fram, ég er ekki að segja að maður taka móti gagnrýnislaust, en ég held að við græðum mest á hvert öðru og líka okkur sjálfum þegar er opið fyrir þessa leiði í samvinnu. Og ég held að flest hvar sem við erum í samfélaginu stundum einhvers konar samvinnu. Ég held að við sem erum í þessari starfsstétt, og nú er ég kannski svona helst að tala um tónlistarsamfélagið því að það er það sem ég þekki best, séum gífurlega lánsöm í þessu sambandi vegna þess að ég held að það séu mjög fáir sem velja sér að vera listamenn á þess að hafa mikinn metnað og ástríðu fyrir vinnunni. Og ég velti fyrir mig hvort það sé mögulega þess vegna sem að maður er fær og svo viljugur til þess að leggja svona mikið traust á samstarfsfólk sitt. En hvað sem því líður þá held ég að í þessu liggi ákveðin þekking eða svona vinnuetík sem er mjög mikilsvert að miðla og deila. Að lokum þá langar mig að minnast á að ég er í miðjukafa að sinna þessum 5% vinnu minnar sem að snýra aðkomu að svona ramma menningarlífsins.
Það þannig að ég var kom að vinna við menningarstefnu Reykjavíkurborgar, núverandi menningarstefnu árið 2008 og 2009 og var síðan kölluð til aftur í síðasta mánuði til að ljúka við að halda utanum endurskoðun stefnuna sem á að gilda til 2017 og ég hef þannig verið kölluð 3 sinnum til þess að halda utanum þessa vinnu við mótun og endurskoðun menningarstefnunar og það ekki vegna þess að ég vinni dagsdaglega í stefnumótun eða opinberu umhverfi yfir höfuð þó að kannski upphaflega hafi ég verið fengin verkefni vegna þess að ég var nýútskrifuð úr þessu menningarstjórnun á mig frá Goldsmiths en ég held að það sé ekki síst vegna þess að ég tek með mér úr þessu daglega starfsumhverfi mínu sem sjálfstætt starfandi tónlistarkona ég tek með mér þessa afstöðu til vinnu og samvinnu sem ég hef verið að lýsa í þessu erindi og ég segi það gott þá. Takk.